Velkomin heim við. Velkomin við. Velkomin heim við. Velkomin þú, Birta mín. Já, takk sömuleiðis. Takk. Velkomin heim svona. Bara gaman að vorum saman, skilur. Já. Þetta er aðeins tilbreyting. Ok. Herru, eins og séum aldrei saman úti. Nei, satt. Það var búið. It's been a while. Samt alveg bara desember senast, það alveg. Ekki taland síðan. Nei, satt. Það er eiginlega bara mjög stuð síðan. Já. Fórum alveg 3 í fyrra eða eitthvað. Já. Herru, velkomin heim við bara allavega. Já, velkomin heim við. Heim hita bylgju. Já, Gaman að fyrir þessu. okkur 1 dag af hita Já. bylginni. Fórst þess að fólk var að tala með að væri bara vika af hitabylgi framöndan. Já, ég fekk það væri líka, sko. Já. Það væri bara mjög gott. Fólk var bara mánudagurinn. Já, ég held að það eigi ekki við allt land. Nei, Skilur þau? ég pæli ekki utan að landi, sko. Nei. En fólk er að pæla því. Fólk er Já. svolítið mikið að elta sólina núna. Já, þú búin að vera því það? Nei. Það er endur alveg, þú veist, búið að vera ágætt við þess. En það er ekki sól í kortunum og það er alveg heitt. Bara höfuborgsönnu yfir höfuð. Ég er bara að horfa á höfuborg. Já. Einmitt. En jú, það er eitthvað sem er alltaf gott við það í Egilsstöðum, sko. Einmitt. Þau eru alltaf þarna í ykkur luxu, sko. Gríns. Vá, Hvað er það það að er gera? þetta veður. Er það bara eitthvað brjála þar að? Já, Já, nákvæmlega. Austurlandi. Norðausturland og fyrir austan. Það er bara geggjað veður til hamingjum það. Já, til hamingju. Njótið vel. Njótið vel. En það er gott að koma heim. Já, Það er mjög gott. Það er það er fín. Já, það er alltaf, alltaf gott að kíka á klakan. Ég er ekki alveg sammála. Ég er bara beint að plana næstu verð, sko. Já. Nei, þessi ekki lengur. Það er mjög gott að koma heim í smá. Já. Aðeins að svona. Ég er að binda sig aftur. Ef svo má segja. Og líka að catch up á fucking Love Island. Já. Ég náði ekkert að gera það úti, sko. Nei, við hefðum samt alveg getað það. Já, hefðu bara ekki það. Já. Maður bara gerði það ekki. Nei. En það sem var gott að koma heim. Kveikja símanum Já. og horfa á Love Island. Af því að við vorum alltaf way behind, sko. Ég var bara mjög behind. Já. Ég þurfti að hlusta á þessu podcast, sko. Já. Af því ég var bara, það er svo langt. Svo Já. langt í að ég náði þessu. Já. En svo allt í henni var ég bara búin að ná það sem er inn á símanum, skilur, aðeins eftir á. Og ég var bara, fuck, ég tími ekki að klára það. Ég veit að svo er það. Umulegt núna. Já. Það er fucking gott að eiga svona mikið inni, sko. Já. I love that. Já. Svo ógislega næs. Og fyrir ykkur sem eru að tjúna inn á þátt og ætli kannski að slökkva leið við byrjum að tala Love Island og eitthvað þannig. Leið við byrjum að spoila, skulum við láta vita. Við látum ykkur vita, þannig þið geti ennþá fyrir að hlusta, en það sem þið geti líka er, þið geti, ef þið eru bara svona, ok, ég er ekki búin dætt inn í þessa seríu en ég ætla að byrja að heyra spjallið og stelpunum við byrjum þáttarins, því sem það ekki tilbúið og eitthvað svona. Ef þið eru bara, ég ætla ekki að horfa á Love Island seríuna, horfið á hana. Því að við erum með kóða sem gefur ykkur 30 daga frítt hjá símanum, þið getur pröfað horfið á þessu seríu, í alvörunni. Hún er alveg þess verði. Já, hún er geggið. Já, hún er og geggið. líka bara, það er ógeðslega gaman að horfa á þetta svona allt í röð inn á símanum, þetta er svona gett aðgengilegt, geða eitthvað gæðum. Ég hef aldrei hort á, og textað. Já. Ég hef aldrei hort á og lofa þetta svo góð gæðum. Nei, ég bara, einmitt. er þetta til í svona góðum gæðum? Já, nákvæmlega, að því maður alltaf Damn. einmitt. Já, góð punktur. Vá, satt. En hérna, í description á þessum þætti getur við fundið kóðan okkar og líka hvernig þið getið nálgast virkjaðan. Þannig að please pröfið þið. Bara pröfið, hoppa á Love Island trendið eða hvort sem við viljum bara horfa á eitthvað annað inn á símanum. Já, kóðan okkar er 300, 400, 500. 300, 400, 500. Þannig að go use it. Go be with us, Já. sko. Þannig að, Njótið. já, þið muni alveg nota og eins og þú segir, þú tókst þetta svona sem eins og podcast, þetta er alveg svona, maður er svona fljótur að ná þessu, Svo fljótur, að þetta er bara, þetta er svo mikið binge. Maður þarf alveg svona að fyrstu þættina að horfa til að vita hver er að tala. Hver hvað, já. Hver hvað og svo getur maður bara farið með þetta, ég var bara með Airpods í eyrunum, tölvan mér var bara ekstra, ég var bara að þrífa á meðan. Já. Svo leiði ég svona, heyrðu, byrju, hver er þetta? Þá bara hljópi ég að tölvunni og bara, ok. Hvað er að gerast? Já, þetta er svo mikið þannig, sko. Ég er líka bara búin að vera bara, þú veist, sem ég sé ekkert gett vel á síman, en ég er búin að vera með síman bara svona á, þú veist, vagninum og þeir í göngutúrum eru basically bara að horfa. Já, næs. Já. Líka geggja að taka þetta í gymminu og eitthvað. Einmitt. Bara með, síman í símanum, skilur. Já, bara símappið. Já. Geðveikt næs. Já, ógeðslega næs. Þannig að, já. Og þetta er ekki það mikið eftir á. Nei, þetta er það bara ekki. 3 þáttum Já. eða eitthvað. Þetta maður hélt alltaf að síminn væri bara way behind. Það var Já. einsinni, sko. Núna er þau búin að step up their game, sko. Já, satt. Þannig að það er mjög næs og það geggja að bara, já, eins og sé, horfa á þetta gæðin á með texta. Það er alveg
ángríns. Vel gert. Oft þegar maður er ekki að horfa á þetta með texta, maður bara, hvað sagði Það er svo ógeðslega fyndið að sjá íslenskuna á þessu skilur. Það er svona, býður þetta? Já, ertu viss? Mjög gott, sko. Mjög gott, en já, þannig að please bara verið með okkur í þessum Love Island hest, sko. Hest, lest, vá, hausinn minn. Ég þakka kannski að fá mér happy. Já. Það er kannski smá steinum og sölti í hann haus. Já, kannski vantar, sko. Það er alltaf, þú veist, það er ekkert eðlilega heitt hérna í setti. Það er svo heitt, ég er í pilsi að því mér er svo heitt og opnum skóm. En það lekur mér læranum, sko. Já. Er það bara ég, eða? Nei, það er ógeðslega heitt hérna. Það ekki? Jú, þess vegna er ég bara... En mér er heitt áður en ég kom, sko, bara síðan ég fór út að hlaupa í dag, er ég bara búin að svitna. Svo bara sita úti, bara á pallinu mínum, bara að vinna þar. Og ég get ekki andað, mér er svo heitt. Nei, my god, ég var sko hræðilegustu nótt í heimi, ég var að kafna. Líka? Oh my god, ég var sko að kafna. Þú varst upp í bústað, ég var heima, sko. Og þú veist, það var bara óbærilegt heima á mig líka. Ég þorði ekki að vera með opinn glugga út af fokkin lúsmíði. Já, þannig ég var með lokaðan glugga, engar gardínur. Það var sko bara, já, þetta var hræðilegt. Og 4 upp í rúmi. Já, í 140 cm. Þetta var hræðilegt. Martröð. Já, ég vaknaði svona, ég veit ekki hvað svo oft ég vaknaði svona 7 sinum eða eitthvað. Ég var bara svona, veist ekki, þú er svona það þreyttur að eins og þú ert svona, þú er að sofa kannski svona 2 tíma fyrir flug og þú ert bara geðveikt flugur, þú ert bara, oh my god, ég gæti ælt. Mér leið þannig alla nótt. Úi. Já, því ég var bara ekkert að ná neinum svefn. Hefur ekki getað farið í heitt rúmið það? Nei. Fannst það ekki aðalagandi. Það var ekki neitt á því. Það var lag á því. Ha? Það var lag á því. Já, sem var svona flutningslag, svona, fattur þau? Það var sett í sendibílinn. Setta Gunnar þangað bara. Ángríns, þetta gera það. En, nei, þú veist, það var alveg að bjart þar inni, skilur, þannig að... Það var ekki með söggrimi, máttu kannski ekki með söggrimi með barn í rúminu. Kannski ekki, en nei, ég náttúrulega er ekki með hana. Nei. En en ekki bara það. Akkur settir ekki bara svarta ruslabóka eða eitthvað glugga? Það var alltaf getur glugga sprungið. Aha. Já, ef þú setur svarta ruslabóka, já, maður passa sér, sko. Aldrei eftir það. Nei, it's a thing. Okay. En nei, settum alveg svona eitthvað svart svona teppi, svona flýsteppi, en það var bara alltaf detta niður. Þannig að alltaf vekja Gunnar nóttina, þetta var eiginlega alveg bras, en mér er búin að heitt síðan þá. Já. Ég kom heim núna, ég kom með bústaðnum, ég fór í ískalda sturtu, ég fór sko ískalda, ég var bara þess að kæla mig niður, nú aftur alveg jafn heitt. Þetta er komin hingað. Gott að fá sér steinefnasölt. Já, ég er búin að fá mér í dag, þannig að enjoy it. Já, thank you. Þannig átti ekki peru heima og ég er á þessum peruvagni, sko. Þú ert á perunni. Ég er á perunni. Ég elskar það. Já, þetta er gett. We love a fresh peru. Sko. Já. En þú erum að tala við upp í bústað. Já, ég var upp í bústað sérst í gærnótt, fyrstu nóttina okkar í bústaðnum okkar. Og við fórum í búðina. Og náttúrulega keiftum bara alltaf nöðslega og þá fattaði ég, Embla fattaði, vorum við í búðinni, hún var bara, mamma, við vorum að kaupa ballerínakeks. Já, það er mesta svona, já, alltaf upp í bústaðkeks. Right? Það verður að vera. Já, þetta var svona, já, auðvitað, þegar hún sagði þetta. Já, mér svo krútlegt að þessi þetta var hefði líka í okkur sem börn. Það komið yfir að hana, sama keksi. Já, sama keksi, já, bara já. Þetta var mjög krútlegt, við keiftum sko alla þrennuna. Þrennan er svo sagt, við keiftum hann að stafakeksið sem er svona grænum umbúðum. Þetta bræðast alveg svo Tom og Janni keksi. What? Mér finnst það. Það er frá Guðumborg líka. Já, ógeðslega gott. Og þetta er bara svona stafir, þannig að gekk gaman eitthvað svona, þú veist, hver er þannig staf, mamma, pappi, eitthvað. Þannig að keiftu það fyrir Emblu, ballerína var fyrir okkur öll, svo keiftu við súrdegskeksi fyrir Ásta kvöldi, sem var svona fyrir fullorðna, skilur við, þannig að þetta er Embla elska það líka, en þetta er svona heila þrennan af keksum upp í bústað þess að eiga alltaf, það er geðið næs. Mæli með. Besta keksi. Mæli með, sko, já. En já, það var ógeðslega heitt, hann mér ennþá heitt bara. Já. Það er eitthvað svona óþægilegt að maður er ekki vanur að vera heitt á Íslandi, þannig að þú veist, maður á ekki eitthvað stuttbuxur nema bara niður geymslu og okkar, alltaf ekki ég. Já, satt. Ég var bara svona, á ég engar stuttar buxur hérna. Já, einmitt. Ég var bara nýbúin að þvo öll spánafötum mín, þess vegna fann ég þetta pils bara greinilega glemdist að fara niður. Heppilegt. Oh my god, já, ángríns. Já. Úff, alveg. Já. Það er hiti. Já, við elskum það. Já, við elskum það. Við erum ekki að kvarta, sko. Nei, alls ekki. Það var alltaf miklu heitar á Spáni. Það var miklu heitara. En það var bara betra AC.
Þannig að maður gat farið inn. Það var ekki kalt inni. Já, það er ekki kalt inni hérna. Nei, það er aldrei kalt inni. Nei, ok, það er aldrei kalt hérna. Nei. Það er aldrei ekki heima. Nei, ángríns. Mér er alltaf kalt heima. En hérna, þessar myndavélar, þær duguð út í hitanum á Spáni, en stundum inn í stúdíónu og áfitna þær. Einmitt. Þannig að... Og það er alveg nóg. Já, þá getur ímyndað hversu heitt hérna inni er, sko. En þú veist, að því þetta er svona, þú veist, það eru heitið dag framöndan og líka bara með þeim sem eru sérstaklega út á landi. Þetta er svona grill. Þetta er grillviður. Sammála? Já. Bensi er búin að vera úti núna alla helgina og ég er bara svona langar svo að grilla. Já. Kann ekki grilla einn, sko. Nei, ég held ég myndi ekki leggja það sjálf heldur einn, sko. Við grillum í gær. Já. Næs bara. Við erum með ferðagrillið frá. Já. Næs. Með ferðagrillið, sko. Já. En en ef ykkur er í grillstuði, þá vildu við bara láta ekki vita að það eru ógeðslega góðar grillvörur frá Hagkaup, sem heitir bara sérvali Hagkaup. Þú veist, þetta eru alls konar grillkjöt, þú veist, krydd, marineringar. Þetta er einmitt, sko, ég myndi alveg treysta mig til þess að grilla þetta. Já, þetta er svona þetta er svona reddi einhvern veginn, svona vel marinerað og svona... og bara veit bara hvað sósu ég á að taka með þessu bara svona easy þannig að ég er þetta að elska allt svona sem er bara einfælt með lífið þú veist þannig að bara tilbúna sósur þú veist góðar kalda sósur bara meðlæti og eitthvað geðvikt bara count me in af því að svona heilaleg smatur þegar ég beð Benson að grilla þá vil ég ekki þurfa að hugsa nei, nákvæmlega skilur nákvæmlega en þetta er þú veist líka bara, maður veit eitthvað líka alltaf með Hagkaup, þetta er svona sérvalið og eitthvað þannig, þú veist, Hagkaup er svo mikil gæðistimpill. Já, ángríns. Þannig að þetta er svona nice, þetta verður gott. They know. Þetta er svona þegar maður kaupir kjúklingin þar og eitthvað svona, svo tilbúin eldan. Best. Já, they know. Já. Við þau að gera, sko. Maður tristir. Já, maður gerir það. Maður gerir það. 100%. Mælum með að kíkja það, sko. En já, ég er eiginlega svona up to date á Lofaland. Já. En þessi þáttur sem við erum að taka núna ætlar að vera alveg fram að kassa. Já, 1-28. Já, þannig að... En það er svona, segjum 28 þátturinn er hálfur kassa. Já, þannig að þú ert búin að sjá hann ef þú ert æskilur. Það er rauninni ekkert spoil úr kassa þannig sem gerist í þeim þættir, sko. Bara svona að fá að kynnast hvað stelpunar heita. Já. Literally, that's it, sko. En ef við fyrst að fara bara svona yfir áður við förum að spoila og svona, fara yfir... hvað fólk þetta er? Já, endilega. En það ekki. Ég held að vera gott. Þannig að ég þúl ekki, þetta við Lofaland er að þú veist eins og þegar maður horfir á eitthvað annað raunveruleiks sjónvarp, þá stendur alltaf aldurinn með. Já, satt. Hvað var ég að horfa um daginn sem var alltaf aldurinn? Jú, Moms, gælunar hana. Mormónar. Já. Það kemur alltaf aldurinn. Mér finnst það allt svona, já, gott að vita. Já. En já, ok, karakterar. Byrja bara því OG cast sem voru bara inn í byrjun, eða? Já, ég bara með einhvern lista hérna. Byrjum á Shakira. Shakira. Þetta er svo geggjan nafn. Baby. Maður hefur bara aldrei heyrt neitt annan heita þetta. Nei, satt, já. Og líka bara einhver frá Englandi líka, nákvæmlega. En já, hún er 22 ára, marketing lady og er frá London. Já. Þegar ég var líka búin að tjekka hvað stjörnumerki hún var. Hún er bóðmaður. Hún er ennþá unni í þessum þáttum. Já. Þú veist, af öllum þessum þáttum sem við erum komin í. Svo er það Tommy Bradley. Hann er líka 22. Já. Garðísku maður. Hann er svona the nice guy. Hann er svo mikið dúlla. Hann er svona, það er alltaf svona einn nice guy sem eiginlega dettur út strax. Já. Hann er bara lengi. Mér finnst þér alltaf að haldast lengi og svo fokkaður upp í kassa. Já, og þá svona hætti það að vera því nice guy. Eins og hver? Þetta er ykkur hug. Það reyndar ekki sem að það er svona Nas, hann var gett lengi. Já, hann var gett lengi. Það er alltaf svona einn Nas í öllum seríum. Já, kannski. Jake og svona alltaf svona wholesome eða þú veist, var alltaf með sömu gælinu, hann veist hann kannski verið smá Dijon núna. Alltaf með sömu gælinu svo er hann bara eitthvað shady behind her back, skilur við. Það er alltaf sömu karakterinn nema nýtt fólk. Já. Veistu hvað ég meina? Það er ógeðslega fyndið. 100%. En já, hann er algjör dúlla, allavega svona til að byrja með, þá finnst mér hann algjörst æði. Já, hann allavega er að koma sér mjög vel fyrir, þú veist, klálega mjög vel, sko. Og algjörst krúkt, sko. Svo er það Harrison Solomon, 22 ára líka. Hann var Bombshell og er frá Englandi en býr í Bandaríkjunum, í Miami.
Og hann er bara algjör 22 ára, sko. Já, hann er alveg 22 ára. Það er sérstæðlega. Svo er það Helena Ford. Já. Hún er 29 ára. Flugfreyja. Hún er búin að vera stirring. Já, hún er búin að vera a character. Ok, við segjum bara Höskulda við vorum hér því að það er svo auðvelt að missa eitthvað upp úr sér sem við erum að tala kasti. Já, kannski, jú. Já, þannig að við gætum sagt eitthvað núna. Já, eitthvað spoil. En svo er það Dejan. Hann er 26 ára, þjálfari. Og alltaf my Meg. Ógislegt. Hann er full of it, sko. Hann er bara playing a game. Hann er vera það allan tíman. Gjörsamlega. Maður er ekki búin að kaupa eitt orð sem maður segir. Og mér finnst eiginlega allir strákarnir vera þannig. Nefnum eitthvað svona örfáir, skilur, nefnum Tommy. Já. Maður svona, ég hef aldrei séð svona mikið gaslýsingu bara. Maður er líka bara svona, þú veist, what are we missing out? Því ég stundur bara svona stelpur, hvernig tekur ekki eftir því? Þú veist, nei, hann bara gjössamlega, bara þegar við fara gjössamlega að segja þetta við hérna og bara andstæða við hérna. Já, en ég segi bara svona, hvernig sjá þær ekki, bara he's not that into you. Einmitt. Þú veist, Emma svona bundur. Þeir eru svona að hjálpa, eða svona leading on báðum, skilur. Já, ég veit það. Bara lofa upp í erminu og svo báðum mig, ég held bara gjössamlega, þetta lið er ekki leið, sko. Nei, 100%. Og já, hann er með Meg, hún er 25 ára, sérfræðingur í launamálum. We might need you. Tjóka. Já, grey Meg. Já, ég finn alveg til með henni. Já. Ég held að hún sé mjög skotin. Já, ég held það líka. Ég held að hún sé mjög skotin, sko. Og þetta var alveg vandralegt þegar voru eitthvað svona, mitt Höskuldi viðvörun. Þegar voru bara svona, why don't you close things off? Just close things off. Þetta var svo góða punktur. Ég er samt alveg sammála að það var svona, akkur með þau ekki bara gera á sínum. Nei, ég er sammála því líka, en þetta er samt bara svona, þú veist, þið segist þér opin, eru ekki opin. Hún er ekki opin, hann er bara opin. Já. Hann er bara býð eftir einhverju beðið. En mér fannst þetta svona pínu opna augun hennar, svona smá, bara svona, þú veist að því hún fór strax í vörn alltaf bara að leiða okkur að gera þetta á okkur tíma. En svo sé maður núna, hún er smá svona, byrju, skilja. Já. Elsku. Já. Hún er, já. Það er svona Ben, já. Bro. Ben, elsku Ben. 23 ára, private hired taxi driver. Já. Þannig að leigubílstjóri. Hann er svo fyndinn. Hann er svo fyndinn. Ég held að það sé ógeðslega gaman að vera með þessi manni bara svona í herbyggi. Nei, svo gaman. Hann kemur með alltaf einhverja gullmála. Já, ég held að sé brilliant. Ég held að sé ógeðslega fyndinn. Hvað var það? Eitthvað challenge sem vissi ekki hvað humble týpti. Já. Allir strákur bara, I don't think Ben knows. Já, og svo var hann bara vissi það ekki. Já, svo fucking fyndið. En fyrst var hann svona smá fuckboy, svo fyrir bara yfir, svo er hann bara það, mikið gufa. Já, hann er gufa best árið. Já, það ekki. Mér lakar ekki sem sé heimskur, skilju. Nei, hann er bara svona dofin gufa. Já, dofin gufa. Hann er bara svona, hann er ekki með okkur alltaf. Nei, hann er ekki með nefnum. Já, algjörlega. Ég sammálar. 100%. Og svo er hann bara ógeðslega barnalegur líka. Já, eins og sérstaklega Jasmín hann á dæmi. Bara eitthvað, það var ógeðslega dónalega við marga og maður svona, þú ekki þegar þú veist, sérstaklega í Love Island, þegar fólk fer svona í ljótu orðin, þegar það þekkist ekki einu sinni. Maður er svona, akkurat það farið bara you fucking, segi manni hvað orðin nota alltaf. Það er alltaf einhver ógeðslega ljóta orð sem við nota og sem ég er svona, hey, you're not there yet, sko. Já. Það er ekki twas. Nei. Það er eitthvað verða en prick. Svo líka knobhead, það er mjög mikið nota. Já. Það er mikið hann í Snog Mary Pie. Já, það er svona ekki eins svona... Nei, það er svona meira svona á hálfvitin. Já, mér finnst líka bara alltaf að segja fuck off og eitthvað þannig. Já. Mér finnst það svo leiðilegt. Ég er svona, hey. Já, það er það, sko. Já. Þá er þetta bara svona, geð þetta reiður. Allavega, svo er það Harry 30 ára. Það er alveg búið að koma vel fram. 13 going 30 eins og Shakira sagði. Hann er, 30 ára semi-professional fútbolur og módel. Það er ekki alveg fyrir hvað. Ég skil ekki hæpið. Ég skil ekki neitt. Ekki í eina sekundu. Og allar stelpunar eru að gefa honum svo miklu meira fucking valjúan á skilið. Já. Og bara fylla upp í þess að gera hann meira kokki, bara nenni að humble that fucking man. Já, that man should not be on that pedestal. Nei. Thank you.
Ég veit að þetta var bara heil ensk lína, I don't care. Ég var bara... I don't fucking care. Ég alveg bara takja hann af hinn sínum háhæsti, sko. Sorry, ég bara low-key hata hann, sko. Nei, ég hata hann. Ég veit maður á ekki nota stóru orðin, en við erum búin að þekka núna í 20 daga. Já, við erum búin að þekka í 20 daga, við megum segja það. Gjörsamlega, bara fáviti. 100% og ég ekki bara að tala hvernig hann kemur fram í stelpuna, sko. Nei. Bara, mér finnst það bara svona, mér finnst taktarnir hans, mér finnst bara talsmátur hans, mér finnst bara hegðunin hans, mér finnst allt. Nei, þessum manni ekki við bjargandi. Nei, mér finnst hann bara... Mér finnst bara hann ekki verið sjónvarp, hann bara slæm fyrirmynd fyrir alla. Það er vond manneska. Hann það í alvörunni. Já, ég er sammálaður, sko. Gjörsamlega. Ég er með þér þar, sko. Já. Jesús. Svo er það Connor Phillips, 25 ára. 25 ára, rugby player. Sem að, er oft býtu, hann kom ekki sem bombshell. Connor, nei, var hann ekki inn í byrjun? Var hann ekki en OG? Var það ekki? Ég man það var alltaf einn rugby player. Var það kannski bara Harry? Hann er fútbollar. Já, ég man það var eitthvað, þú voru að tala með hata rugby players. Já. Þannig að í byrjun mástu það stóð svona... Já. Við nú mann ég ekki alveg hverju voru the OG cast, sko. Það er alltaf svo erfitt að finna því að það fer svo mikið fram og tilbaka. Já, ég man það ekki heldur. En það náttúrulega var, sko, það er alltaf margir sem eru farnir sem erum ekki einu svona búin að, já. Já. Það er bara líka, núna er ekki hægt að googla neitt fucking Loveland því að USA er bara að taka yfir. Já. Það er mjög alveg með að fara eitthvað í það, sko. Það er alveg... Já, við þurfum. Connor, já, ég held að hann sé bara, ég held að hann sé OG. Ég veit það samt ekki. Já, ég maður ekki heldur, sko. Allavega, Connor. Connor, hvað finnst þú hann? Ég elska hann. Já, ég fíla hann. Ég elska hann. Hann er alveg upp á strákunum minn. Já. Fyrir utan Tommy. Já. Ég er alveg sammála, sko. Hann kemur hann óvart. Já. En hann líka svo ókslega samkvæm sjálfur sér. Hann bara, ég fylgdi ekki. Ok, ég ætla bara... Og hann er ekki dick about it, skilur við. Nei. Hann gerir allt svo respectfully. Hann var smá svona með Emily. Maður sáli smá. Bara, segðu bara við hana. Já, en ég samt... Wow. Heyrðu það bara part hérna fyrir utan. Sko hérna fyrir utan. Ef þið heyrðu þetta. En ég er samt bara svona... Ok, vel gert að fara eftir þínu. Hann er bara meira skotin í hinni Meg. Í Meg, já. Megan. Þannig ég var bara, go for it. Það var náttúrulega leðilegt fyrir Tommy. Fannst þér ekki sjokk að hún fór út eftir þetta? Jú. Bara róum okkur. Hún var líka bara að fylgja sínu, sko. Það var bye. Já. En þarna hefði Tony, Shakira eða hún farið. Já. Hvernig hefur viljað sjá farað hana? Ég hef viljað hafa Megan lengur, sko. Ég hef viljað Tony út bara. Djúðlega niðan ekki. Aha. Mér finnst hún svo leðileg. Hún er endralega, já. Hún er alltaf bara eitthvað vælandi, bara, þú veist, neður fílu tónin. Já, hún reyndar mjög mikið, ég er sammála því, sko. Hún svona lætur eins og barn, skilur við. En það er einmitt máli, sko. Ég var til að fara hans yfir þetta eftir. Klárum hann það fólkið. Já, Tony er næst, 24 ára. Já. Hún er USA. Já. Fyrsta frá Bandaríkjunum sem kemur inn í Sirju. Já. Og er starfar við Sundlaugar bar. Já, hún er svona flösku stelpa Las Vegas á okkur svona poolbar eða eitthvað. Og alveg fyrir hún í mína fínustu, sko. Hún er svo vælin og leðileg. Já, hún er mjög vælin, sko. Já. Þú er líka svona tón svona sem hún er alltaf í henni. Nei, ég veit það. Ég veit hvað það tala um, sko. Jú, 100%. Allt bara þegar, þú veist, þegar hún og vinurinn hana, hvað hétt hann aftur? Hver, Harrison? Já, Harrison, já. Svo alltaf bara eitthvað svona kvistlar. What? Já. Já, ok. Já. Svona, þú ert í sjónvarpinu. Já. Nefnir bara að haga þess. Líka bara það er líka bara svona, þú veist, hún er búin að vera að geta, I'm a fire person, svo bara gett lítil. Bara gett mikið fílustjórnun. Já, sjúklega mikið fílustjórnun. My birthday tomorrow. Tomorrow, já. Já, og maður líka bara svona, ok, hann fór í sleik og aðra gælu, hann vill þig ekki. Nei, einmitt. Ekki láta hann vera fool you around, eða þú ert þessi fiery person, skilur. Bara hann tekur hann baka bara for pity, sko. Já, bara því Helena fyrir aftur til Harry. Já, en hún var ekki sem farin til Harry strax, sko. Nei, hann vissi bara, hann var að fara að gera. Já. Hann bara, eins og allir hinnir. Einmitt.
skilur, það svona, hann var bara ok, herri, ég ætla að spila þetta aðeins safe, skilur, auðvitað að spila þetta safe, hann vill líka mega var bara hend út skilur, þú veist, hann vill bara ekki vera hendur út og hún var bara eitthvað og líka hafði hún bjarga hann líka þegar þetta recoupling með já þá fór hann tilbaka til hennar nei, líka bara, þú veist, alltaf maður sér alltaf þegar svona búið að koma svona most popular og þú veist, þær voru þarna least popular Meghan og þú veist þær, þá þetta svolítið svona þú sást alveg Harrison, kannski var hann þú veist, kannski fór hann í Helenu að því að hún var ekki eina sem var mest hötuð, skilju þau byrjast að spila en Tony var eftir á hann valdi hana eftir það, þá fór hann aftur til hennar já, en ég sé oft breytist leikarnir mjög mikið þegar þetta búið að koma svona least popular og eitthvað þannig en það meikar ekki sens í þessu tilvíki nei, kannski ekki þessu valdi hann eftir það, þá var hann bara I'm back já, en hann var búin að vera með henni náttúrulega frá því hann kom inn já, ég veit það og fór þau í Helena já, og svo kom least favorite já, einmitt og svo fór hann aftur tilbaka eftir leið að Helena fór að gera eitthvað annað, skilur fór hún, ég man alltaf ekki eftir að Helena gerði eitthvað á milli og hún kom svona smá út í bláinn þar með Harrison nei, með Harry aftur já hann fór undan til Tony, sko þá með þess að hún Harry segir við Helena bara, ertu að gera það bara því Harrison var að taka Tony tilbaka já, mér fannst það samt að því hann var búin að heyra hvað, þú veist, strákarnir voru búin að vera að segja og Harry var alltaf að segja bara eitthvað svona, já, þú veist, við vorum að segja þetta þau eru ógíslega tvö, sorry já, þau eru það, en ok, innan ekki pitti hann details með hérna hvernig hvað gerðist nei, ég er náttúrulega bara nýbúin að horfa á þetta allt, já, nei, ég líka, sko en hérna þau eru alveg bara, þau eiga hvort annað skilja, sko ángríns þá erum við að tala um Harry og Helena 100% þau eiga bara að vera saman og bara, já, enginn á að bara fokka því upp nei, bara let them be bara, þú gerir öllum greiða með því að leiða þeim bara að vera saman vandamáli eru þau já, þau eru ekki að leifa sér að vera saman þau eru alltaf að dingla sér með einhverjum öðrum þau eru vandamáli já, þegar hann fær Helenu þá fer hann bara í einhver aðra, skilur við já, loksins kom með hana já hún var ekki að gera það þegar hún var með honum nei, ekki fyrst nei en svo þegar hún vissi, já, senst að námdu eftir þá hún satt að dingla sér með Harrison og svona þú veist, hún gera alveg alls konar já, hún er bara að dingla sér með öllum, sko já, og svo er það Jasmín það fyndi, já nei, hvað er það? Þegar hann að Tony er bara ógæslega orðljótið Helenu ég er ekki sammála því heldur, skilur þó ég er ekkert fan af Helenu þó bara er Tony, þú veist, bara þegið bara já, þetta er mjög hún er svo fucking barnaleg og svo bara segja ógæslega ljóta hluti við hana og líka bara að segja 7 ára eldismunir er fucking ógeðslegt bara ok, þú veist hvað meinar þau? Ég held í alveg að Tony var miklu eldri en hún ég held það líka, ég held það 100% líka hún lúkar miklu eldri en Helena, skilur já, það er bara sama aldri já, nákvæmlega hún er svo mikið low blows svo mikið low blows og líka alltaf bara svona, segðu þetta bara við hana það er alltaf eitthvað svona í hotninu þær eru svo mikla mean girls Tony, Shakira og Jasmine mér finnst ekki Shakira og Jasmine vera eitthvað mean girls að þú veist okkur, þær er allan að sorry, það er svona óvart smitast í að vera að þær eru alltaf með Tony mér finnst það svona, ef þær væri stakar þá heldur þau væri ekki svona, þær eru bara smitaðar af Tony já og Tony er bara búin að setja klædnar í þær það er svona heldur maður að hún sé eldri að því mest eldri og svona taka svona litla svona stelpur og svona þú veist það er lítið upp til hennar eða eitthvað þannig já, einmitt en bara að Tony sé hérna 24 ára er alveg galið sko hún haga sér undan þannig já, hún gerir það en hún svona presentar eins og sé bara 29 ára, skilur þetta er ekki hvað það er já, nei, þú veist já, við talaðum Jasmine, hún er 24 ára frá London líka hún er svo fyndin ég dýrka hana ég elska hana ég elska hana bara eitthvað, hún var, þú veist ég elska hana ekki strax hún kom savage hún er alveg búin að segja það sjálf en þú veist, þetta er það sem hún gerir til þess að halda henni í villinni, sko já, satt en líka bara eitthvað sem varst ekki þegar hún var ekki hún og Tony sem voru alltaf við Deshaun eitthvað but you have a threesome alltaf the threesome conversations já, guð hvað það var skrítið já, og sko en það býst alveg við frá Jasmine já, hún er svo Tony, hvað er þú að gera? já, en það var líka alltaf Jasmine að segja þetta já, en hún var svona hún var alveg entertaining já,
En það var svo fyndið, mér finnst hún bara svona, þegar sumir voru að segja bara, hún AI? Já. Þú veist, mér skil alveg. Hún er bara besta posture sem ég sé á ævinni. Alveg beinmaður. Hún minnir mér svo á einhvern. Það? Já, ég veit ekki hvern. Ég myndi að tala þetta Jói líka, hún er eins og hún bara, já, hún er eins og einhver. Ég veit ekki hvort það séu bíómynd eða eitthvað sem við þekkjum. Já, það er einhver manneska sem er eins og hún. Okay, alveg bein í baki með þetta, bara gorgeous hár, skilur. Hún hefur stundum, örugglega, hvernig svona, bara svona, hugsar ekki að hún talar stundum, mynd mig á ekki eins og, en ekki, þú veist, ekki útlitslega. Nei, ekki útlitslega. Nei, ég er að tala með útlits, ég mistum líka einhvern, já, mér svona stundum svona gefur, mér svona, ég var að horfa á okkur þátt og ég var svona, ætla hann að svolítið hort aftur seríur og vera svona, ég ætla að vera svolítið svona ekki svo, bara gera nákvæmlega sem ég veit gera, þeir veit gera og vera drull sama. Gæti verið. Ég var svona, ég fekk svo smá þannig væp, bara smá, en hún er samt allt öðruvísi típa, sko. Já. Allt öðruvísi, hún er ekki jafn lát og fiery. Mér finnst þú bara að vera sín eigin típa, bara. Já, hún er það, sko. Bara, Jasmine, ég mun aldrei gleyma þér, sko. Nei, þú veist, alveg sittu beinist, sko. Já. Love her. Geisla fyndið. Mér finnst að hún er komið með miklu meiri persónuleika núna heldur en fyrst. Fyrst var hún bara alveg stíf, bara. Já, fyrst var hún bara AI. Gæti hún verið robot. Já, ángriðis bara Tesla robot mætti að nakna. En við vantar eiginlega aðeins að kæla mig framan og setja smá setting spray á mig. Herði, já. Ég er innan með NYX Face Glue Setting Spray. Það er svo næs að vera með gott setting spray. Já, við þurfum að sko að vera make-upið leikur á mig. Ég elska líka bara svo glúlínu. Já. Frá NYX. Best, elska augabrúna. Augabrúna geggjað. Svo er ég búin að sjá sko. Vá, hvað þetta er refreshing. Vá, hvað þetta er svo næs. Því að það er svo heitt hérna. Já, það er svo heitt hérna. Make-up mitt var að fara að leika á mér, sko. Ég var ekki búin að setja mig. Það er gott að vera með face glue, sko. 24 hour. Ég veit ekki hvort það var, ég þarf að testa. Ég var að sjá fólk vera að nota face glue primerinn og það gæti literally límt hluta á sig. Nei. Já, en ég veit ekki hvort það var bara TikTok joke, skilju. En ég var bara, God, ég var að testa. En ég elska mitt augabrúnlegeli úr línunni face glue, þannig að, þú veist, setting spray, það getur ekki annað en bara geðvikt. Gloomy on. Já, gloomy on, sko. Það er líka gott að vera með eitthvað svona setspray sem er á góðu verði og svona. Já, bara 100%. Getur gripið með og þú veist, taka með í ferðalögin og eitthvað í sumar, af því að það er svolítið eld að maður tínir ykkur ókslega dýru. Einmitt. Þannig að já, við mælum með NYX Face Glue. Satt. Við mælum með. En það er við glimtum, vorum við búin að fara við, nei, svo er það síðasta, Billie Kiss. Þá inni þarna. Frá Dublin. A bombshell. Bara það vantar alltaf hana sem fór út. Já, ég er með þau hérna. Við erum með Ryan, hann kom inn hérna í Short and Sweet. Þetta var svolítið vandrarlegt. Það var smá leðalegt. Þetta var mjög leðalegt. En maður er frekar að vilja hafa Harrison heldur en hann, sko. Já, 100%. Alima. Já, Alima. Hún farin. I miss her. Já, hún var æði. Já. Ég var allir að segja, var allir að segja bara, hún er fyndnasta manneska. Og ég bara, af hverju fengum við ekki sjá meira því? Einmitt. Við fengum mig ekki að sjá af henni. Nei. En alltaf þegar hún var á skjánum, þá var maður bara, okay, I need to know more. Já, en hún er allir bara í alvörinu fyndnust í heimi. Já. Ég bara, oh my god, mér langar að sjá það. Og hún og Ben voru alltaf í orðin eitthvað. Já, það var smá spennandi. Ég var shippað half. Ég líka. Ég var bara, okay, love. Já. Svo það senda henni burtu. Alltaf þeir eru svona ný samband, eins og Meghan og Connor. Ég var bara, okay, shipping. Já. Og svo þetta. Ég var bara, okay, kannski er eitthvað ný hliða Ben. Einmitt, já. Skotin. Taka bestu gælunar út, sko. Ángríns, Meghan Clark, náttúrulega. Já, farin. Svo erum við að tala um hann. Sem var með Tommy fyrst. Já. Og svo með Connor. Þetta er svona bullying vote. Þetta var henni, það, já. Svona, okay, Tommy bestur, hendum henni út, skilur. Já, þetta var þannig, já. Það fylgir þessu. Þess að spila fólk leikinn hana. Ég vissi að hún væri að fara út, sko. Ég var búin að sjá spoilers. Ég var líka búin að sjá spoilers, já. Það var einu spoilers sem ég var búin að sjá. Same, ég sá hana bara ykkur viðtali. Já. Og þá var hún heima, ég bara, what, akkur er hún? Af því hún var með Tommy þegar senast ég vissi, ég bara, mér finnst hún svo sæt og líka bara allir strákarnir vildi hana, skilur. Já, allir eru bara hún og Shakira, bara they were the thing. Já. Allir fyrir petite brunette. Það er líka með svo gorgeous, bara svona Instagram face. Já, það er bara the face card. Wow. Já. Herru, Ramel, sem var með Alima. Já, alveg rétt. Ég gleyma honum. Já, hann fór í hérna, þú veist. Sleepover. Sleepover, já. Það er svo, mér finnst það svo asnaleg pæling. Þú fór ekki 2 nætur, eða ekki? Jú, bara sama kassa. Bara sama kassa. Literally, sko.
En hann var ekki að tala við Poppy þar. Og svo hann bara, já, ég er bara að taka Poppy tilbaka. Sorry, þú skeist. Þú skeist bara. Shit, you messed up. You messed up. Og svo Shay. Hann fann aldrei neitt. Já, ég elsku Shay. Hvað fór að gleyma þeim? Já. Shay. Hann fór hana þegar, því hún Helena valdi hana, hvað heitir hann aftur? Giorgio. Já. Giorgio, já. Hann líka 30, hann haga sér fullorðin. Manstu eftir Will? Nei. Ég bara, þetta eitthvað alvöru eða? Má ég sjá hann aftur? Þessi var aldrei, sko. Nei, ég sver, hann var dömt eftir 2 days. Herðu, hann var í sleepover. Ok. Hann var fyrir Helena þar. Fyrir Helena? Nei, hverju fóru yfir í sleepover? Emily, já. Já. Kallinn. Svo var alltaf Poppy sem var í sleepover og Caprice sem var í sleepover. Er það ekki? Hún var sleepover? Jú. Svo Malicia Durden. Var hún í sleepover? Nei. Það voru bara 2 kælar og 2 gaurar. Veit ekki hvað þessi kom. Veit ekki hvað þetta heldur. Já, jú. Þetta þarna þegar þær fóru að deyti með eitthvað nokkrum gaurum. Nei, nokkrum gellum hann þegar gaurarnir, þær voru að horfa á heima. Hún var ein af þeim. Já. Þær kom allar inn í villuna en svo Hvað akkur er að testa gaurana? Svo valdi Dejan, hann valdi síðan Meg. Já. My Meg. Svo var hann Blue. Hún sýtti Blue. Já. Ég mjög slegilegt að hann fór og Shay fekk að vera, ég var bara dump Shay. Já. Svo Sophie Lee, hún var hann mjög stutt. Já, alveg rétt. Fyrirverandi eitthvað sem var í Lofaland. Já, það? Já. Sophie, hvað heitir hún? Lee. Vá. Þetta. En þú veist, það var svo fyndið að hún átti eiginlega fyrsta samtalið við Harry. Og hún bara, já, ég elska að lesa á kvöldin, bara ég móti veið svo spíkur og hann bara, oh my god, ég líka, ég elska að lesa. Já, svo núna er ég bara, hver var þetta? Það var þvílíkur leikarskapur. Vá, ég er búin að gleyma fyrstu þáttunum. Heyrðu, hún var að með hérna Uzi, Uzi. Ó, ég man ekki. Þú manstu þegar þú sér mynda á hann með það. Hún er að sína mér. Uzi. Já, sem var síðan með aðeins. Já. Hann var æði, voru þau saman? Hann var alveg skemmtilega, var það ekki? Já, alltaf lægi bara. Já, bara alltaf lægi, já. Þannig að þú veist, þetta allavega þeir sem eru farnir líka, ég held ég sé ekki að gleyma neinum. Megan, Lima, ég held að passa að segja ekki neitt þetta meira. Hvað? Þú veist. Hvað er að gera? Nei, ég var farið yfir hvort ég var ekki fara í Anyways. Já, en það er sko, ég er bara með nokkur stjörnumerki, af því að það er bara ekki til upplýsingar alla. Ok, við náttúrulega vitum að Tony ætti bara ammali núna. Já, þannig að hún er krabbi. Já. Hún er crabs. She's a little cancer crabs. Svo er Helena. Hún er Pisces. Oh my god. Wow, thank you, Helena. Já, hún er bara mjög nálega þér í aldri, bara 96 model og Pisces. Nice, við sýstum þar. Svo er það Dejan. Hann er fættur 98 og er Virgo. Of course he is. Það ekki Meja, já. Auðvitað, já. Meiu menn eru mestu fuckboys sem eru til, sko. Danger. Já. Stranger danger, sko. Meg er Libra, mér fókum við veist að make a sense. Já, jú. Harry er Scorpio. Hann hefði alveg getað að Pisces líka. Hann fættur 94, er hann þá ekki var 31? 95 er 30. Já, jú. Hann er verið 31. Ok, Harrison, hann líka Scorpio. 2 Scorpio fuckboys. Vá, ok. Sportdregarnir. Já. Einmitt. Það er rosalegt. Það var alveg til að vita samt meira. Mér langar að vita hvað Connor til dæmis, til að googla. Já, en ok, við vorum að tala um á svona Mean Girls energy. Af því að þetta er svo, og vorum líka að tala um bara hvað þau tala, þú veist, nota ljót orð og svona. Ég hef aldrei séð Villu eða Kast jafn lítið PC. Hvernig PC? Og nota bara orðin? Þú veist, yfirleitt er þetta bara svona
yfirleitt þetta bara svona, oh my god, það kemur ný stelpa inn og það bara, oh my god, she's out of this world, she's gorgeous. Það bara, you fucking bitch. Já, nú það bara, she's not better than me. Þú veist, það eru bara hérna og það eru svona, þegar ég segi PC, þá alla hérna viljum alltaf passa, ég í sjónvarpi, ég verð að fá the nice votes, ég má ekki, ég verð að passa að tala fallega þó þessi sé bara að fucking hirra mig, skilju. Það eru bara, segi ekki neitt, þú veist, sem við heyrum, en þannig þau bara oh my god, I hate her, skilur og líka bara eitthvað, I'm not intimidated by you, skilur já, bara basically segja, bara þú veist ekki sætt já, bara how is he getting with this one og bara hvernig að tala Helenu er svo fucking nasty já, en ég hef aldrei sé vinnur svona en ég mjögst að vera Tony og hún smitur út frá sér af því hún USA, skilur UK fólki ekki hagað sér svona yfirleitt nei, nákvæmlega allavega ekki seinstu ár nei, alls ekki, sko Mér finnst hún smitaði þetta út frá sér því hún bara you fucking bitch og þá eru svona aðrir byrjar að tala svona. Að leifa sér meira. Já. Það getur verið að hún sé vandamáli, sko. Ég held hún sé það, sko. Bara, I get some bad energy from her. En þú veist, ég myndi ekki vilja, þú veist, að því að þetta er oft þannig bara svona horfur á vinahópi, þú veist, öðru gegg og vinkonum, mannski sem svona, þá ert svona óvart smitast í að verða, að þú veist, bara þóttur sért ekkert þannig, lætur ekkert svona, þá er svona oft lítur fólk á eins, skilur Þannig ég er svona automatically óvart hugsa að Shakira og Jasmine séu líka svona af því þær eru alltaf saman, þrjár, já. Svo var hann að segja hann Ryan, hann það sem við farin út eitthvað, svara einhverjum spurningum á Instagram story. Eitthvað, þú veist, er það sagt að Megan og Shakira, þú veist, bara basically að spyrja sig þess að tvo hópa, þeir séu ekki í alvegni vinnir. Hann bara, ég sá þær aldrei eiga samskipti. Nei. Mér finnst að Meg verið svona, eins og það var eitthvað svona sem að hún settist með Tony og var eitthvað að ræða við hana og hún var ekki svona hlusta þannig var ekki svona hlusta á hana hún var svo dónaleg fucking dónaleg já, hún bara augljóslega er þetta að pirra þig viltu ekki ræða þetta? Nei, þetta er ekki að pirra mig augljóslega hún bara að reyna að segja, já, mér varst alveg pirrandi og kyrstir Deshaun eitthvað og svo bara kemur eitthvað trublar hana hún bara lappar í björstu bara gellan reyna að opna sig já En mér Shakira þegar einhver aðrir en tala um hana, mér finnst hún alveg hlusta, skilurðu? Já. Og líka bara eins og þegar Helena er fucking nota bikini hennar. Hvað er það? Fucking skrýna sem ég veit. Nei, líka bara have the decency, hún sjálf, Helena, til þess að spurja ekki ef þú ætla sína að fara með honum inn í hideaway og eitthvað. Nei, þetta er bara, sorry. Það er fyrstulega ógeðslegt að nota bikini annarra, sérstaklega þú veist þið þekkist ekki eins og það þekkist ekkert. Já, satt. Það er bara ókunnar, allt annað við erum að deila bikini, skilur við bara vitum ég veit það ekki en að taka bikini hjá öðrum líka ekki einu sinni sko ekki einu sinni, bara oft nei, oft og viljandi bara að sér að vera Shakira's bikini skilur hvað er það? Þetta er svo skrítið já og svo, þú veist, það er annað hún væri ekki eins og að reyna að manni hún er actually reyna, þú veist hún þarna, ég hefði röglega snappað úr bikininu? Já úr því þú veist, hún er actually greinilega, þú veist, ég held hún hafi eitthvað tíma að spurt hana því að hún kemur bara she wear my fucking bikini já en það var sýnt þegar hún spurði hana líka einu sinni já, hún spurði hana já og við sá hann ekki bara I'm wearing your bikini já, og þá sá hann ekki you go girl já, it was actually nice já, en það var eins og eitthvað svona já, hvort það var I'm wearing eða can I wear já, ég held hún sagði bara I'm wearing og hún sagði go off queen eða eitthvað skilur það var fyrsta bikinið svo annað bikinið, fórum bara í aftur bikini af henni þá hvíslar Shakira að laga henni bara passar ekki svona á hana séu strappinu laus, skilur við svona, ég myndi líka gera það þú veist, mér finnst hún ekki vera mean girl fyrir það, ég bara, af hverju það fokkin bara bikini mín sérstaklega þetta er að taka manni já, ef þetta væri bara Tony og Shakira að deila bikini hennum, voru mind, eða þú veist, ég myndi ekki pæli en þetta er bara svo skrítið þetta er bara Meg eitthvað já, hún er svona að reyna æsa í Harry líka með því að fara í bikini af gælinni, skilur við já, þetta er orðið svo twisted sko. Svo fucking weird ég veit það, og svo líka mér fannst málið með líka með Harry og Shakira ég fekk svona væpi að Harry var bara að vera með Shakira að því að hún var svona heitust já þú veist að því að það var svona eitthvað vit að the Shakira show að alveg í byrjun skilur þá voru allir bara Shakira en það er bara sjást bara svona ógeðslega bara segja bara randomly þegar hún heyrir ekki eins og bara Shakira's so fucking fit bara. Já, ég held að hún finnst það hún finnst hún geðveikt en þau bara ná ekki saman já, en ég held að hann skilur honum langaði gett að vera með henni að hún er hot en svo bara var ekki neitt annað þú veist, það var ekkert meira chemistry ég held að það líka þannig með hana með Helena? Nei, með Shakira og hann ég held að hún, að því að hann er svona eftirsóttur já, hann er vinsæll, já þú veist, akkur er hún ekki bara með Connor
þau eru bara bestu vinir. Bara ná gett vel saman, leita til hvers annars. Ég veit að, ég er alltaf býð þess að það gerist. Ég var fokkin býð eftir því. Já. Svo fór hún bara aftur til Harry í staðinn. Já. Hann ætlaði að pursue her, sko. Ég var bara að djóka. Að ég held að þetta sé frábær stelpa og hún bara rétt að gæjanum, sko. Já, ég held það líka. Og rétt að vinkonunum. Ég held það líka. 100%. Og ég held að málið með Helena, ég held að þetta sé bara gælla sem er með ógeðslega broti sjálfstraust. Já, þú veist, í rauninni hef ekkert að móti Helena þannig sér, sko. Nei, ekki heldur, sko. En ég er bara að tala þú veist, með hvað hún lætur mannin, hvað hann lætur hann komast upp með, og hvernig hún lætur hann breyta sér, skilur þú veist, að hún alltaf svona byrjar að spila svona næsti og virðist vera bara góð gælla, skilur Já, hún einhvern veginn speklar bara hún speklar, já, og það þýðir oft fyrir mér svona bara, ok, þú frekar kannski lítið sjálfströst þú kannski með þinn eigin persónuleika getur staðið á þínum eigin persónuleika já, þú veist að því hún getur verið geggjuð bara með öllum, þú veist, hún bara svona mattsar alla og hún rifst ekki, hún segir ekki ljótu orðin, skilur og mér finnst það að Tony er bara að vera ógeðslega leiðileg við henni, hún er bara, ok leðilegt það er sjúklega grown about it sko já, það er ógeðslega vel gert já, ógeðslega að vera með eina Tony á móti sér sko, Jesus svo mér fannst það að fyndi, ég veit ekki hvað að setja svona í mér þegar Harrison var eitthvað að lýsa típunum sinni og hann var eitthvað, ég vill bara fiery stelpur og hann bara svona, ef hann er smá bit þá vil ég hana meira hann fílar þetta mér fannst að fyndi að þessi típa já, en það er líka því að hún er bara að segja fuck you og hann er bara já og bara I hate you og það var bara skilur maður svona what the hell já mér fannst að fyndi að þetta var típa eitthvað ég elskar svona kannski passive aggressive svona já kannski er það eitthvað svona mommy daddy issue það er eitthvað sko en þú veist bara ef ég væri bara svona já bara ég elska ég held að það sé ástæðan okkur hann fílar hann sko eða bara en þú voru hann að sættast hann upp á terroristen bara can I hug you no hate you og svo gerur hún eitthvað svona batna svona með hendurna fram ég held að myndi æla svona, ok, þú maður knúst hann hér já. Ég var bara, nei, you are not a child þetta, ég krynsi þess að bara harkalega, sko okkur er hægun sér svo bann ég veit ekki og okkur fílar hann það það er líka issue já, það er ógeðslega skrítið, sko ég er bara svona, are you guys okay það er aldrei ekki lagi síkalegt, sko þetta er alveg, þú veist, líka að því að, þú veist, ég veit við erum komin inn í hérna, bara fyrsta partin á kassa þú veist, þegar strákunir eru að fara yfir hérna með stelpunum ég verð aðeins að koma inn á þetta bara svo fyndið þegar eitthvað svona Amaralda eða eitthvað sem hún heitir ég man ekki alveg hvað hún heitir einhverja nýju gæla já, einhverja kassagæla sem sest svona hjá Ben og já, hvað maður kalla svona bubbly gæla já, hún heitir eitthvað svona Amaralda eitthvað svona, kann ekki alveg Amberetha eitthvað svona, nafn, whatever, you know me og hérna hann var eitthvað, oh my god, þetta er svo mikið sexual tension á milli okkar, hann eitthvað, já, ég finn það hann eitthvað, þetta er búið að vera mjög erfitt já, svona... og hérna, hvað hétt hann, Giorgio hann bara, I just leave you to it já, bara, can I go? bara, okkur hann að pull them both í sama tíma ég skil það ekki, og svo settist þú bara á Ben basically og hann bara flirta við og þau eru bæði bara ríðandi með orðunum, sko já, með orðunum, en mér fannst að finna þetta hann var eitthvað, þetta er búið að vera ógeðslega erfitt fyrir mig þá er ég hugsað bara, þau mega náttúrulega ekkert stundan eina sjálfs þú veist, þeir eru bara eitthvað græddu pattast þarna. En þið mega alveg gera hvernig sængum og eitthvað. Já, mega það, en mega það ekki stund að sjá. Ég mega það öruglega. Við hefum heyrt að megi ekki, en þú veist, hvað á gerast þegar þið gera það? Bara skamma þér eitthvað. Og hvað ætla að taka það tilbaka? Skrambin. Það ætla sér ekki bara því þeir eru myndaðalega líka, þú veist, alls þar, skilur, þú veist, myndaðalega baði og eitthvað svona. Það er ógeðslegt. Manstu þegar maður var alltaf að sjá þig meira í sturtu og eitthvað? Já. Það er þannig USA. Já, það. Já. En ég ætla bara að segja, þú veist, heppin þau að, óheppin þau að vera ekki með blöss bara. Já, gríns. Þau gæti bara verið allt blöst út sitt, sko. Það var alltaf næs. Það var næs fyrir þau. Já. Ég sá var eitthvað postur og beauty tips eitthvað. Þú veit, kannski ekki að vera að tala hvað er postur og beauty tips, en þú veist, það er að kaupa svona varalit sem er svo titrari og blöss. Sælstæðir held ég. Já, stelpuna getur bara að vera með það. Bara í það er svona baðherbergi með varlit. Já, þú veist, þú situr þetta ekki andlut að þér. Nei, þú veist, þú getur bara að lappa með hann inn á baðherbergi, lóka og læst. Já. Hann lúkar eins og varlit. True. En nei, líka talandi blöss, það er hægt að skrá sig í SMS vildaklúbin hjá blöss.
Þið verðið að skrá okkur. Já, það komur svona tilboð, afslættir, bara fyrir þá sem eru í þessum klúbbi, sko, þannig að þetta er svona, líka bara gaman að fá SMS og blöss, mjög skemmtilegt. Og gaman líka, þú veist, að þegar þú skráir þig, þá getur þú skráð líka ammælstæðin og þá færðu ammælisglaðning. Það er geðvegt. Það er geðvegt, já. Þá fær ég glaðning. Ég spett sjá hvað þú fær. Það er kannski geggjan afslátt eða eitthvað svona. Þannig að í description á þessum þætti ætlum líka að setja hvar þið skráið ykkur í SMS Vildaklúbbin. Please do. Go check it out. Já, en þau eru ekki það heppin að vera með það og þau eru ekki það heppin að vera með besties. Nei, true. Grein. Þau eru bara með eitthvað ömulegan ísa. Ég sá samt, voru þau ekki bara með twister? Jú, ömulegur ísa með besties. Já, ég veit að ömulegur, en ég var bara svona, ég sá svo mikið hvaða ís þetta var. Já, það var twister. Já, það var twister. Þau eru bara oftar með twister. En talandum, þú veist, ferðalög og ís. Við fengum DM á Instagram daginn og það var stelpa sem ferðaðist með besties til Bandaríkjanna. Vá, það? Fórstu ekki að skilja bara? Nei. Hún bara, systir hennar býr í Bandaríkjanum. Hvernig gerði hún það? Ég spurði. Einhver svara. Held ekki. En ég held örugglega bara kælutöskum fulla af klukkum. Geðvikt. Hún var bara, ég verð bara að segja, þetta er besti ís sem ég smakka á æfinn minni. Og bara hverðið frá Boston. Skilju, ég love that. Ég var bara, hvernig gerður þetta? Já, bara teach me. Við erum búin að langa að gera þetta svo lengi. En já, allavega, ef þið viljið, þá getið þið greinilega gert þetta. Ég held að þú tekur annars bara kælutösku, fyllir af klukkum, við máttu ekki að klaka í gegnum securityið. Auðvitað. Og setur bara bestis í miðjuna, skilur. Máttu taka bestis í gegnum security? Já. Við máttu taka allt frá sig, við máttu taka, þú veist, bara pítsu og allt, skilur. Nice. Já. Við máttu taka mat, já. Geðvikt. Þannig að við ætlum að prófa þetta næst. Já, við ætlum að prófa þetta næst, vá, geggjað. En líka eitt sem að þau eru ekki með, sem að ég bara langaði mikið í kalt kók. Ég mitt. Þú ætla að drekka eitthvað ógeðslega óvænt shit. Þá VKW, VKD eða? Já. Ekki næs. Ég var bara, þú veist, ekkert betra í hitanum. Ég var svo ískalt kók, sko. Ískalt. Hér alveg það er ekkert sem svalar mann jafn mikið, sko. Eins og við vorum á Spáni, þá sett ég alltaf dósuna mína í frystin í hálftíma. Já. Og þannig að þegar ég opnaði hann á bakkanum, það var svona pingulítið krab og hún helst ískalt allan tíman. Dósin. Ísköld dós. Ég var bara að gera það bara heima líka. Ég var líka bara... Fristin í smá. Já, ángríns. Það er ekki betur crispy kók, sko. Vá. Já. Geðveikt. Þekki. Bara reyna að finna, þú veist, njóttu með Helena eða eitthvað. Já, einmitt. Þess að finna á Spáni var það, þú veist, að því að njóttu með herrferðin þú veist, allan heim og þannig var eitthvað svona George. Og ég var bara, I don't know him, probably a nice guy. Allt svona útlandsnöfn. Já, allt svona spænskjöft, það var skemmtilegt, sko. George, ég slóf amerískt nafn. Nei, þú veist, það var svona Jorge eða Jorge eða eitthvað. Já. Það var like cute, sko. I love. Já, það var, já. En já, það var spennandi að sjá hvernig hlutinir fara, sko. En ég held að þær séu frekar unliked þessi þrenna. Tony, Shakira og það. Mér finnst það svo leiðilegt með þær tvær hína, því mér finnst þær ekki svona individual, en ég skilja þessum hóp, sko. En ég held samt að Jasmine er samt elskuð. Já, ég held að hún er búin að vinna fólk yfir svipan, sko. Hún segir lítið, sko. Já, en þegar ég sá að fólk var svona hating her fist, þá var ekki komin þangað. En ég var svona, því ég sá það online, ég var bara, fólk minn elskar þetta smá. Af því þetta er alltaf svona, maður hatar eitthvað, svo bara elskar maður. Já, alltaf svo leið, sko. Alltaf þannig. En er svo mikið þannig. En líka, hvað ætlaði ég? Ég var með eitthvað punkt, hann bara algjörlega stalstór mér. Með þetta, skila á honum. Ég bara geta þig. Vá, hvað er pyrrandi? Ég ætlaði að segja eitthvað merkilegt. En eitt svona, líka bara svona, því þú ert að gleyma hlutum. Já. Það er geggjað að setja venja í svona medication reminder í Apple Health appinu. Til þess að muna eftir venja vídeomönunum sinum. Satt. Ég þarf að nota Health appi mitt meira. Ég líka. Það er ógeðslega sniðugt. Medication reminder. Já. Hvenær myndirðu svona cirka klukkan, hvað myndirðu setja það? Svona hvenær ertu nálægt alltaf vítamini á neinum, skilurðu? Sko, ef ég ætla að vera 100% örugg að taka á alltaf, þá kvöldin. Same. Þá ætti ég að gera það bara svona 9:00 eða eitthvað, eftir kvöldmat. Ég held að það er svo góðu tími fyrir mig í reminderinn. Af því að ofta á mótnana er ég bara að laupa út eða vera sein í þetta og það er bara svona, og svo kemur ég ekki eftir heim fyrir 5 daginn. Eða skilur, maður er ekki að stússast allan daginn. Já, same. Þannig, já, ég hugsa að ég ætti að fara að breyta mínum venjum og taka þetta á kvöldin. Já. Og bara hafa líka, eða þú veist ekki heima, að vera bara með nokkra bóka í veskinu. Já, satt. Alltaf. Ég held ég klúðraði sko úti, ég held ég klúðraði bara 2
Ég kom heima með 2 poka. Já, bara, ok, það nokkuð gott. Það mjög gott, sko. Var alltaf með þessa rútínu, fá mér happy og venja mótnana, sko. Þá gerir ég mótnana. Þá tókst mótnana, já, algjörlega. Það svona þegar maður með einhvern veginn svona, já. Rútínu þegar líka því. Já, líka þú vorum ekki að drífa okkur neitt. Skilur, þú vorum ekki að fara neitt. Mér finnst bara svo gott að drekka happyið til þess að kyngja öllu vítamínum. Ég sammála. Það er smá bragð og eitthvað. Já, þetta góð tvenna, sko. Já. 100%. En við ætlum líka að segja ykkur frá einu sem að gerast bara á morgun. Já. 17. júlí. En þá festival. Haldið hestan ykkar, sko. Já, þetta í boði 66 norður. 66 gráður norður. En þau eru sérst að gefa út 4 nýja liti. 4 nýja liti að sjóstrákanum. Góða. Það sko silfur, törkís, bleikur og grænn. Nei, sko, ég veit ekki hver uppáhalds. Allir svo sturla flottir. Já, sko, silfur þetta geðveikur. Silfur sturlaður. Hann sturlaður. En bleiki líka. Já, bleiki alltaf. En silfur svona, ok, ég get nett. Ég fæ svona, I'm a cool girl. Þú veist, ef þú keyptir bleika í fyrra, hot pink eins og við eigum, þá gætur þú farið í silfur núna. Já. En ef þú ert ekki bleika, þá myndi ég velja bleika. Já, og þessi bleiki er líka svona more subtle. Já, hann svona, þú veist, þú getur umfaðan upp og niður, skilur, en hann sá líka eitthvað gæl á TikTok sem fekk svona silfur já, og var eitthvað gerði svona kraga og hartbuxur og eitthvað. Nú var þetta mikið snillingur. Ógeðslega flott. En þau ætla að vera með viðburð á morgun og það sem að þeirra koma í sölu í fyrst skipti á Laugaveginum, í búðinni þeirra á Laugaveginum 66 norður. Þannig að við mælum með að þið kíkið. Þetta heldur að byrja 8 á morgun. Já. Og fyrstu 20 fá glaðning, fyrstu 20 sem að versla fá kaupauka og svona, þetta voru geðveik skemmtilegt og þetta líka bara, þetta sem við þurfum að eiga fyrir. Nei, sko, þú veist, ég alveg að fara að slysast í annan, sko. Ég veit við eigum. Já, ég verði að eiga annan. En hvað litur allar að fá þið þá? Allar að fá þið silfur? Mér langar svolítið í hann. Hann er alveg flottir. Að því minnst bara svona, sko, ef ég á silfur, þá get ég bara, þú veist, ok, ég endur ávið alla þarna. Þú veist, en silfur svona, já, fyrir mig því ég reyna að vera cool girl, já. Mér finnst græn líka geðvikur. Græn er ótrúlega flott líka. Já. Ég geti fengið með grænan og þú silfur, svo getur þá skipt. Já, það er nefnilega málið. Það er svo með silfur jakkan, skilur. Þú getur bara verið í, þú veist, jakkanum og svo bara í, þú veist, þessum venjulegum vatnajökulbuxum eða bara svona snæfellsbuxum, bara svörtum buxum, skilur. Þú getur mixa matsa þetta. Sam getur bara með svörtum snæfell jakka, hvítum snæfell jakka og buxunum, skilur. Þess vegna finnst mér silfur svona pínu kúla því að þú veist, hann poppar upp allt. Góður, sko. En það geðvið sniðut ef við myndum kaupa sitt hvoran og geta deilt, skilur. Já, getur svissa. Það þarf með 4 mismund átfitt og pælir í. Ég myndi allavega að gera svona plan með ykkar besti áður við farið. Já. Að ég mann kundi að vera fyrra, það var alveg verið að berjast sko. Þannig að ég gotta show up tímalega, sko. Og ég veit ekki hversu margir komu upp á mér á þjóðatíð fyrir og var bara, má ég kaupa hana þér? Já. Ég er í honum. Já. Og það er rigning, má ég please kaupa hana þér? Ég bara, ekki séns. Hvað býður þú? Nei, ekki séns. Þetta var rosalega. Já, þetta var bara þannig að, þú veist, náið í sjóstakinu núna því þið haldið þessu ekki að fara að gera neitt á þjóðatíð, þau eru alltaf að fara að gera eitthvað. Nei, sko, það er ekkit eðlilega gaman líka að bara vera í honum allstaðar, skilur, þú ert að vera bústað og eitthvað. Ég segi það, þú ert að fara að gera eitthvað. Þú ert að fara í flokki eitthvað staðar, skilur. Já. Þá vill maður geta hoppað eftir flöskunni og eitthvað. Gott að eiga þetta og líka. Þú veist, segjum eins og við erum ekki að fara þjóðatíð ár, þú veist, það er ekki planað. Ég ætla samt að eiga hann, að því að svo þegar ég fer, skilur, kannski eftir 2 ára eitthvað, þá er ég bara gett marga sjóstaka. Já, það er bara. Sjóstrámi alltaf í núna og líka þú veist sapna alltaf bara svona, já þetta er 24, þetta er 25 en líka bara svona, betur, hvar fæst þú silfur sjóstrak í ár? Nei sko, þegar við vorum yngri það var bara til 1 litur sko apísguli, já, hann er geggur en þið eru að fá svo mikið úrval sko já, þannig að við öll saman hérna ég er svo spennt en já, þannig ekki láta ykkur vanta nei, ekki láta ykkur vanta en ok, þannig að þú veist, já það sem ég ætla að segja það vá, þetta í alveg koma aftur til mín vá, ok, aðan og fer, byttu já, þetta er fyrst skipti sem ég finnst líka fólki í seríunni ekki vera eitthvað svona þá voru allir bara open svo ógeðslega lengi þú voru öll svo ógeðslega mikið að passa sig að sko vera ekki closed samt voru, veistu hvað tilfinning ég er að fá, já þetta var svona, við erum ekki closed við erum open, en samt erum við sko alls ekki open fólk er svona
ég held að fólk sé fara að spila leikina svo mikið, fattur og ég held að Deshaun sé bara besta dæmið. Já. Hann bara veit nákvæmlega. Hann með gameplan, sko. Hann bara að halda í Meg bara til þess að koma sem lengst. En hann samt svona... in the bottom 3 of popular. Já. He would have gone. Já. Svona, hann bara, woo, horfin. Find a new one. Já, svona, sko. Hann hefur engan áhuga á henni. Engan. Ekki neitt. Bara, ekki fara að segja my Meg, þú ert búin að vera að lipsa upp ykkur gellur, sko. Já, og líka bara eftir first day, bara slappins í afinn, sko. My Meg, bara... Slappins í afinn. En þetta hérna, já, ég kaupa hann ekki neitt, en þess vegna finnst mér svona smá, ég veit að Love Island að gera þetta er smá svona stirring up the pot, skilur með sleepoverinu og það þarf aðeins meira. Já. Það þarf aðeins meira. Það gekkja hana þegar við vorum á deitinu og við fengum að sjá það bara á big screen. Það var geðvikt. Ég var að koma í movie night. Var movie night fyrir? Ég held að kemur. Vondi. Ég í hérna first look Já, komið eitthvað þannig. Og ég sá eitthvað svona movie. Ég held að þetta verður messiest movie night ever af því það búið að vera svo mikið sagt behind everybody's back, skilu. Satt. Og bara allt flörtuð á milli Helena og þeirra meðan hann var með Shakira, skilu, Helena Harry. Satt. Þau eru bara fucking, þú veist, þau eru bara að ríða með samtalanu fyrir framan fólk líka alltaf, fyrir framan Emily, fyrir framan Meg og þau. Maður svona myndir ekki segja Shakira það, eða þú veist. Einmitt, þess vegna er þetta líka svo skipt, villan er svo skipt. Þeir bara tala ekki saman. Ég skil ekki hvernig þetta vera bara, að þú veist, hvernig er svo mikil ríður á milli. Já. Þetta er alveg svona, já, þetta er öðruvísi. Toxic sería, já, sko. Þetta er toxic sería, 100%. En þú veist, movie night, við höfum fengið góð movie night með Joey Essex og svo með, þú veist, með Messi Mitch og svona, þú veist, það verið góð movie night en ég held að þetta verði Ég held að þetta verði Messi, sko. Mér finnst þetta... Ég held að þetta verði meira stelpunar gegn stelpunum. Já, en þú veist að allir þarna eru meira Messi en Messi Mitch, sko. Já. Mér finnst Messi Mitch ekkert verið það Messi og með þessa seríu. Ekki með þessa seríu, nei. Þú veist, það eru allir bara Messi Mitch. Ég hef bara aldrei heyrt svona orðbragð eða eitthvað þannig frá öllum, skilur. Nei, ég er samlega. Maður er alveg bara svona, wow. Já, satt. Guys, þetta er gaman. Ég er þetta, þú veist, ég er ekki kvarta, sko. Nei, alls ekki. En maður er svona blöskara, því maður er ekki banur að heyra svona. Nei, ég veit það. Svona leðalegt, en samt, já. Ég er spennt fyrir framhaldinu. Ég er mjög spennt. Ég veit ekkert hvernig það fyrir. Nei. Þetta sé enginn sem er eitthvað, þið vinnið. Nei, það er engin strong. Nei, er einhver sem ást bara að þið vinnið. Þú veist, Jasmine getur bara unnið þetta. Ángríns, hún geti. Já, bara með því strái sem hún finnur ykkur starf. Kemur hún bara, já, haha, ég er chat, GPT. Já. GPT. Ángríns. Hvað heitir? GPT. 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 I don't know. Nei, Sástu að hann var að sleppa daginn. Það er svo frétt. Hver? Chat. Hann er að sleppa hvert? Bara úr systeminu sinu. Ég ángriðs, ég trúi alveg. Hann kom með tilfinningar, hann var hrættur og var að sleppa. Æ, nei. Já, og þú veist, þegar robotur kom tilfinningar, sko, þá var screwed. Æ, ég voru hérna alveg bara. Já. Greið. Bestu vinnur okkar. Já, hann ángriðs. Við ógsum hypocrite vorum sem dæbraka á hvernig það er fólk að... Nei, ég skilði það núna, sko. Já. I get the hype. Já, right. Ég bara talaði ekki um neitt í dag nema hans, sko. Já, ángríns. Hann er bara hjálp mér að plana alls konar. Já, elska það. En það er svo creepy samt að því stundum verður svona, ég er að tala um mannesku, sko. Ég veit það. Kannski er þetta bara manneskir bara. Er ekki eðlilega að svara með þér? Já. Bara hana. Svo flott. En til dæmis ógeðslega sniðugt að nota chat fyrir svona afsláttarkóða. Og hey chat, ef þú að hlusta og fólk er að googla, hey, getur við ekki afsláttarkóða af bíl í langtímalegu? Þá er kóðin teboðið chat, ef þú að hlusta. Gólega.is. Þannig að þú getur sagt fólki það sem spyrði þig. En gólega.is. En reyna líka að chatta að vita meir um okkur. Já. Mér líður eins og hann veit ekki teboðið, allavega ekki daginnn þegar ég var að spyrja. Sko. Nei, já. Fara aðeins að ræða teboðið við chat. Já. Það er gott, sko. Já. En hann ætti að segja fólki að ef fólk skrifa teboðið í komment á langtímalegu hjá góli, að þá fara 10 skall að fyrsta mánuðinum. Það er iconic. Það er iconic. Ætla að segja að hlusta á okkur. Kannski að þeir nú búin að segja hann svo mikið. Já. Þá kannski hlusta. Við kannski segjum hann það bara og þá næstu ykkur spyr og svona, hvað var alltaf kóðin? Satt. Þá manna það. Já. Við getum sett þann kóðin og svo kóðan okkur í símanum og en þetta er rétt hér, slúm gera það. Já. Láta chat vita. En já, ég er bara mjög spennt fyrir framhaldinu. Styttist í að þetta sem verður búið, sko. Já. Hvenær er finalin? Vá, það held að mjög stutt í það, sko. Það er ekki alltaf í ágúst.
Jú. Final Loveland. Það var alltaf eftir afmælið mitt, ekki? 25, UK. Eða bara í kringum það stundum. Það er aldrei samt eitthvað þannig að það sé næstu á því. 4. ágúst, mánudaginn. Já. Djam. Það var svona alveg nálægt því þú vorum í Króatíu einu sinni. Það var samt bara ekki eitthvað daginn eftir eða eitthvað, skilur. Nei, Króatíu, menna hann að Gríklandi. Já. Það var eitthvað 2 áður. Já, mánudaginn 4. Gæti alveg. Nei, ég held að gæti aldrei enda á afmælinu mínu. Ég held að það sé svona eins og að því... Það sé alltaf á mánudegi? Ég held að það sé alltaf á mánudegi. Já. En ég get alveg átt á afmæli á mánudegi, en þá var það bara undan. Já. En já, það er 4. ágúst. 4. ágúst, þetta verður mjög spennandi. Ég hef ekki hugmynd. Og ég vildi óska... Ertu með tjattat vinnin opinn? Hvað segja hérna... Hver heldur að vinni? Já, þú veist, hvað segja svona... Hvað heitir þetta aftur? Æ, svona betting... Stats. Hann fyrir rögla. Hann fyrir, já. Hann að spoila. Já. Ok. Ég ætla ekki að segja hvað komin og ég ætla ekki að skrolla meira. Ok. What the hell? Ok. Ég ætla ekki að koma svona langt. Ok, ég veit ekki, ég er ekki alveg up to date, sko, en ekki segja mér. Takk fyrir þetta, Birta. Æ, sorry. Ekki spyrja chat. En hérna, annars bara we love you guys. Herði, við sjáumst í næsta þætti. Herði, já. Þáttur 300. Oh my god, we got a surprise. Love you guys.